Við erum hérna í 11. viku, seinustu viku þar sem við erum í raun að fara yfir eitthvað nýtt efni og ætlum í dag að fara yfir Next.js, féll niður fyrirlestur í seinustu viku en gerum bara, þetta er svona afrit hérna á milli vikna, þannig að það er kostur einhver leiti. En við ætlum bara að vinna þetta út frá verkefni 5 og skoða bara aðeins hvernig Next.js er sett upp. Það er svipað en öðruvísi en hvernig við settum upp React í gegnum Vite fyrir verkefni 4. Og við ætlum að gera þetta bara í sambandi við verkefni 5. En verkefni 5 er afskaplega opið verkefni og er í raun og veru góður grunnur fyrir hópverkefnið. Þannig ég mæli með að við erum ekki byrjað á hópverkefninu að nota bara það sem við gerum hérna í dag sem grunn frekar en að nota eitthvað sem við vorum að gera fyrir verkefni 4 og fylgja því sem við klárum hérna í tímanum í dag. Verkefni 5 er betra því að þar ég er að fara að nota Next.js og Next.js er það sem ég er að nota í hópverkefninu. Já. Þó svo að ef þið eru búin að gera eitthvað React komponenta með Vite, þá getið þið alltaf bara afrita þá yfir. Þetta er í raun þessi server-side rendering partur sem ég ætla að fara yfir núna og hvernig það er öðruvísi. Að það þurfa ekki vel að gera þetta sem við erum að gera sem er alveg, það virkar alveg, en það er ekki ideal að vera í clientnum að kalla í vefþjónustunnar og vera með loading state allt í clientnum. Þannig að skoðum þetta, en samt sem aður, ef þeir vilja nota Vite uppsettinguna, þá er það líka allt í lagi. Eða hvað? Ég man það ekki. Jú, það er allt í lagi. Ég bara uppfæri og læt vita hérna í tilkynningu eftir. Sjá. Ok, þannig að við ætlum að setja upp Next.js og síðan núna í staðin fyrir það að vera að nota þetta sem við byrjuðum á að skrifa svolítið sjálf og vera bara með einhverja skrá og disk, yfir að vera með gagnagrunninn okkar sjálf í gegnum Postgres, yfir að vera og bara gera queryur beint á hann og búið til töfluna sjálf, yfir að vera með að nota Prisma þar sem við vorum að búið til skemað okkar í kóða og generata þar, að núna ætlum við bara að segja hey, bara notum eitthvað tól sem leyfir okkur í gegnum viðmót, í gegnum bara eitthvað GUI að búa til í raun þetta skema og búa til þetta datamódel og síðan tengjast. Býtir alla vefþjónustuna fyrir okkur og gerir í raun allt fyrir okkur og nú erum við bara að búa til frammendan fyrir þetta. Og það eru mörg svona kerfi og í flestum svona verkefnum sem er verið að vinna í veffrættunum í dag er eitthvað svona CMS-kerfi sem liggur til grundvallar. Og oftast þegar við erum að vinna þetta í þessum React heimi eða svona sambærilegt í svelt líka og eitthvað svona að þá er eitthvað svona headless kerfi, headless verandi að það er ekkert viðmót sem kemur með þessu. Þannig að þessu WordPress er CMS-kerfi sem kemur með head að því leyti að þú þarfst að setja upp þýmið þitt í WordPress og það þarf að skrifa það í gegnum PHP uppsetninguna í WordPress þannig að það kúplar saman það að vinna með bakendan og vinna með framendan. Það er í raun, það svona svolítið svona kemur allt saman. Sama ef við erum að nota Django, að þá erum við að nota Django, við fáum einhvern góðan bakenda til þess að vinna efnið okkar, fáum vefþjónustur, en ef við ætlum að gera viðmótið þá þurfum við svolítið svona, það beinir okkur fyrst og fremst í það að gera það í gegnum Python templateur og það sem að Django notar. Það er svona eldri leið, ég vil ekki segja gamaldags leið eitthvað, af því það er fullkomlega eðlileg leið til þess að vinna verkefni líka. Það er í raun bara hvernig viljum við struktúra verkefnið okkar og hvernig viljum við vinna það til framtíðar og í hvaða tæknistakk. Og tæknistakkurinn er oft kannski freka bara svona kultúr ákvörðun en einhver svona hörð krafa frá mörgum viðskiptavinum. Þegar end of the day þá vil viðskiptavinum bara fá eitthvað vef sem er þægilegt að vinna með og þægilegt að uppfæra. Það er svolítið okkar að finna það út frá kröfunum hvaða verkfæri hentar best. En það er náttúrulega erfitt þegar eins og þið eru hérna bara að læra á það hvað þetta eru öll þessi verkefni og þess vegna er að reyna að presentera bara svona hér er bara hlaðborð af efni eða verkfærum sem þið getið notað og svo er svolítið bara ykkar líka að skoða áfram og kynna ykkur meira af því að það er miklu meira en við getum nokkuð tímann farið yfir í einu námskeið hérna við háskólann. Og þá kemur saman, það er alveg fullt af þessum kerfum og það er mismunandi, þú veist, eins og Prismic var rosalega vinsælt hérna, við notum það á mínu vinnustað lengi, Datto er notað hjá mörgum,
það nota hjá einhverjum hérna, svona vefforritunum fyrirtækjum á Íslandi. Contentful notað líka af einhverjum, það svolítið dýrt. Það til dæmis notað hjá Stafrænt Ísland, þannig allt efniðin á Ísland.is í Contentful. Sanity, það norskt, það mikið notað líka hérna heima. Strapi, það svona eitthvað notað, það open source en líka með svona leið til þess að fara inn í það. GraphCMS held ég að lítið notað hérna heima, það eitthvað en hérna. Og svo getum við farið út í svona ennþá við til dæmis mikið að nota Payload á mínum vinnustað núna og það svona alveg code first búin til gagnamódelið og setjum þetta upp. Það svolítið svona, það aðeins stærri þröskuldur inn í það. Að það samt fylgir sömu pælingum að það sem ég ætla að sýna ykkur núna. Í fyrra þá settum við upp Datto og byggum bara til í raun bara einfalt gagnamódel þar sem við erum að segja bara hei, hér ykkur vefur, hann á að vera með einhverja svona tegund, bara eins og við vorum að gera í verkefni 3 og 4. Hei, hér ykkur fréttavefur, hann á að geta búið til grein og geta verið með höfund og höfundur geta tengst við grein og við getum sett þetta upp í þessum CMS-kerfum. Og svo getum við bara stakka þetta eiginlega eins og við viljum. Við viljum vera með verkefnalista, við viljum vera með hafa sambandform, við viljum vera með eitthvað og við getum managea contentið í þessum kerfum. Content Management System. Og það í raun fyrir verkefni 5, þá getið við bara tekið það sem við vorum að gera í verkefni 3 og 4 og bara gert það sama. Bara frétta greinlisti. Við ætlum bara að replikera nákvæmlega saman við vorum að gera. Það einfaldast og fljótlegasta leiðin að vera að gera þetta. Þannig að þetta ætti að vera fljót unnið verkefni að því leyti að það til svona template fyrir þetta. Það til, og við gerum mikið það sem við þurfum hérna núna. Þannig að þó svo þetta sé svona kannski lítið mikið stórt út, þá geti verið fljót held ég að vinna þetta verkefni. Og síðan megið alveg láta þetta skarast við einstaklingsverkefnið. Þannig að ykkur finnst þetta spennandi og vilja bara eitthvað, hei, mér langar að prófa að setja þetta upp fyrir minn CV-vef og ég ætla bara að vera með eitthvað. Þá getið alveg byrjað á því í verkefni 5 og látið það síðan halda áfram í einstaklingsverkefni. Það bara fullkomlega góð leið til þess að leysa tvö verkefni með svona einni vinnutörn eða kannski nokkrum. Og það svolítið mikið að dæmum inn á Next.js, GitHub, þar sem við getum fundið bara alls konar dæmi það hvernig við erum að tengjast við svona CMS-kerfi. Og hér þetta sjá alveg Payload sem ég var að sýna ykkur áðan og hérna GraphCMS, hérna Datto, hérna Contentful og í þessu eru bara svona grunn skaffolda verkefni þar sem bara eitthvað, hei, gerðu þetta og þá bara ertu up and running. Svo fyrir við að breyta, bæta við einhverju viðmóti, CSS-a þetta aðeins, gera þetta nice, bæta við típum og eitthvað svona. Þannig að þetta kemur manni hratt á stað. Þannig að hérna til dæmis Strapi sem ég var að spá að setja upp núna. En líka WordPress. Að þegar WordPress, ef við setjum upp réttu pluginin, þá getum við látið WordPress haga sér eins og headless CMS. Hvort sem við notum default WordPress REST vefþjónustunnar eða ef við notum eitthvað svona GraphQL þjónustulag eða svona plugin til að fá svona GraphQL vefþjónustulag. Svo eru svona fleiri hérna, við viljum setja upp international, við viljum geta stutt bæði íslensku og ensku og við viljum geta gert það í routing hjá okkur. Og þá getum við blanda saman templateum, þannig að þá verður kannski svolítið á okkur að sjá, ok, hvernig það útfært hér og hvernig útfært í hinu og svo þurfum við að blanda það saman, þannig að þá þurfum við í raun að vinna þetta saman með því að fiktífis og skilja þetta. Þannig að þið sjáu alveg mjög mikið af dæmum fyrir alls konar tólirna og alls konar verkefni sem hægt að skoða. Þannig að ef það finnst til dæmis gaman núna að vinna í þessu og þið vilja ekki halda áfram með verkefni 5, þá getur þið sagt, ég ætla að prófa að setja upp eitthvað Supabase í Next.js fyrir einstaklingsverkefni. Þið bara, þið getur þannig séð kastað 100 hliða teining hérna og séð bara eitthvað, þetta spennandi. Það vinna meira með þetta. En þegar við erum að vinna með þetta, þá þetta bara eins og í öllum hinum verkefnum sem við gert. Þá erum við í grunninn að búa til eitthvað projekt út frá einhverju sem hjálpar okkur að bootstrappa verkefnið okkar. Hérna þetta keyra þetta MPX, Create Next App at Latest. Og við fáum í því alls konar hluti sem við höfum verið að vinna með. Við erum með hérna client and server rendering. Við vorum bara að gera client rendering í verkefni 4. Við letum allt gerast í vafranum með því að nota use effect og nota svo hérna
fetch og nota state, hérna getum við gert það á servernum og þá þurfum við ekki að láta þetta gerast hjá clientum, við getum látið serverin sjá þetta. Við erum með routing, við erum með svona server actions sem eitthvað sem þetta gerast, þar sem við getum látið þetta gerast á servernum og þurfum ekki að gera á clientum. Við erum með advanced routing og nested layouts, það svolítið svona, ef við fóruð að skoða eitthvað nánar hérna React Router, þá það líka með svona nested layouts, þar sem við getum verið með, ég fer /frétt/author og þá fæ ég upp mynd eða eitthvað fyrir authorun í einhverju sér layouti tengt fréttinni og hægt að gera mjög flóknar hluti með þessu. Data fetching, það er hægt að nota fetch og það styður í raun async og await komponenta sem að leyfa okkur þá að sækja bæði á servernum og clientnum. Þannig að við getum sótt eitthvað á clientnum og verið síðan fara yfir á nýja síðu sem sækir eitthvað annað en serverinn gerir það og sendir bara niðurstöðuna yfir á clientin. Þannig að vinnan fer fram á servernum, ekki á clientum. Svo getum við verið með svona middleware, svo við skoðum kannski ekki rosalega mikið en aðeins í Hono, þar sem við getum sótt einhverja svona authentication, internationalization, alls konar. Og já, en kannski helsta að þetta styður React Server Component sem svona nýjasta stóra breytingin í React. Og næsta sem að koma og svona fara að trikla út React Compilerinn sem að hjálpa okkur við það að gera betri React kóða án þess að við þurfum að skrifa hann beint í höndunum. Við skrifum eitthvað og compilerinn svona optimisar fyrir okkur. Og þetta bara í stöður í vinnslu og það hægt að sjá hérna hvað að gerast í Next 16. En svo þetta með alls konar tólum. Þannig að við fáum React, við fáum hérna Turbo Pack sem bundler sem að virkar fyrir JavaScript og TypeScript og bara keyrir þetta allt saman og svo einhver compiler sem að býr til í raun enda niðurstöðuna þegar við bildum þetta sem síðan keyrt á servernum. Og svo þetta með hýsingu í gegnum Vercel, en Vercel móðurfyrirtækið eða fyrirtækið sem býr til Next.js og græðir allar sem pening á því að þú sérst að hýsa þetta hjá þeim. Og það alveg að skalast upp frá því að vera hýsa bara eitthvað hobby project yfir að vera hýsa bara roof.is vefinn. Hann hýstur í Vercel, alltaf senstrífisi. Þannig að þetta þetta skalast gífurlega. Og mjög þægilegt. Þetta svona, það afskaplega þægilegt að vinna í Next og deploya Vercel. Það bara virkar. Ok, en svo ætlum við að skoða hérna Strapi og það svona open source headless CMS og það aftur býr eitthvað til hérna þar sem við búum til eitthvað Strapi app og það býr til í raun eitthvað sem við deployum síðan sérstaklega og við getum sett í cloudið og þá getum við séð hérna pricing og þá getum við séð hérna að það eitthvað community plan sem að leyfir okkur að fá eitthvað og það leyfir okkur að fá REST og GraphQL, APIs, Powerful Content Management og eitthvað svona. En við ætlum að prófa það bara til að sjá hvernig það virkar. Þá fáum við bara eitthvað hérna, eitthvað Quick Start Guide og við þurfum Node og við þurfum hérna að vera með npm yarn eða pnpm. Svo búum við til eitthvað project og svo búum við til eitthvað content structure og það gerist hérna í gegnum eitthvað UI sem við keyrum hjá okkur og svo deployum við þessu yfir á þetta Strapi Cloud. Þannig að þetta fylgir svona kunnulegu flæði að við gerum eitthvað locally og við deployum því eitthvað. Þannig að nú erum við ekki sjálf að fara að sjá það að keyra það eitthvað með render og að tengja það sérstaklega, heldur keyrum við bara eitthvað sem heitir yarn eða þú veist npm run Strapi deploy og það bara einhvern veginn færir þetta fyrir okkur yfir í cloudið. Í staðan fyrir við þurfum að fara inn í render og tengja þetta við GitHub repoð okkar og eitthvað og láta við keyra bildið. Þannig hérna bara þetta allt bara búið að sjóða þetta saman í einn feril sem bara tengdur við tólið. Og svo þá fáum við eitthvað hérna og þá getum við lokkað okkur inn í eitthvað Strapi project hérna og þá það allir ef við varum að vinna þetta fyrir einhvern viðskiptavinn og þá getum við sagt já hérna, gjör svo vel, hér vefurinn, nú getur þú loggað inn hér, býtir notanda fyrir þig og þú getur farið að búa til efni og vinna þetta inn. Það end of the day, þetta í raun, hvernig búið til vefverkefni þar sem að geta ykkur aðrir en við búið til efnið fyrir það. Svo kemur eitthvað hérna, þetta gerir eitthvað meira dítilað og svo
þá fáum við í raun eitthvað sem með einhverju sem við getum notað. En til þess að keyra þetta upp þá ætlaði ég í raun að Strapi hérna að bara nota eitthvað template hérna, eitthvað frá Launchpad, eitthvað, ég hef aldrei notað þetta þannig að við getum alveg lent í ykkur vandræði með þetta, en þetta er setur upp þetta ekki alveg hvort að ok, já þetta setur upp bæði Next og Strapi saman, þannig að sjáum bara hvað gerist. Ég ætla að byrja því að keyra upp eitt Next.js project bara alveg frá grunni og sýna ykkur aðeins hvernig það virkar, svo gerum við hitt á eftir. Þannig að þá bara eins og svo ofta áður keyrum við þetta hérna, þannig að ég bara með eina möppu hérna sem ég ætla að hafa þá einhverja grunnmöppur ef þetta verður fleiri en eitt project og við keyrum þetta og það vil sækja eitthvað hérna og við ætlum að segja þetta á bara að vera VF2 2026 VAF5 Next.js og hérna fáum við bara recommended default, TypeScript, ESLint, Tailwind, Boo, AppRouter og Agents MD, það er þetta komið inn núna hérna, þannig að, nei, við ætlum að customiza. Við ætlum að nota TypeScript. Prófum að nota Biome, annar linter en ESLint. Já, ok, React compilerin er komið bara hérna inn, ok, ég hef aldrei notað það, þannig ég, kannski svona, nei, við ætlum ekki að gera þetta. Já, við viljum source directory. Já, við ætlum að nota AppRouter. Það var svo fyrir 2 árum eða 3 árum þá skiptum við yfir í það að vera með svona Pages router sem að heitir þá mappan heitir Pages sem með routunum okkar í staðan fyrir app og munurinn þarna milli er í raun að hérna undir Pages routunum þá hétta bara Pages / about.tsx og þá var síðan bara about var bara það var það route. Núna þarf það að heita about sem er folder og undir því er page.tsx af því að þú svo getur líka sett loading.tsx og error.tsx þannig að þú getur fengið svona, þú færð meira. Customize the import alias nei já, segjum hvað agents vilja hérna. Ok, þannig að nú bara er þetta sett upp fyrir okkur og við sjáum strax að það er komið eitthvað hérna, það er eitthvað readme, þetta er bootstrapped with createnet og við getum keyrt þetta bara með okkar pakkamanager, það er bara sama, npm run dev, þetta er bara staðallinn, opnar blogloss 3000, svo kemur hérna app page tsx, svo er þetta að nota eitthvað next font til þess að ná í optimestaðan font fyrir okkur og notar Geist sem er einhver fontur, a new font family for Vercel og svo er bara eitthvað meira hérna og svo getum við deployðus á Vercel. Ok, þannig að þá erum við hérna inni og förum inn í þessa möppu og keyrum bara strax npm run dev og þá opnum við hérna og fáum upp bara eitthvað hérna og þetta er bara eiginlega eins og við fengum þegar við vorum að keyra þetta með vít. Það kemur bara upp einhver síða sem að segja bara hei, byrjaði að fikta og þá getur við gert eitthvað meira eða farið að skoða templates eða farið í learning center og ef að ég mæli með því að fara í gegnum pages router, þetta er eitthvað skrítið að fá hérna en ég var með það í námsefninu þar sem ég mæli með því svona allavega klikkið ykkur í gegnum til að sjá aðeins það fer yfir svona stóru póstana í þessu en síðan er þetta að fara bara gegnum docsana og skoða betur eins og hvernig við gerum layout og hvernig við gerum síður með því að fara og skrifa hérna app og þá er hérna page og dashboard eitthvað svona og svo er farið yfir að fá loading state í gegnum þetta og error state en við fá svona quiz og eitthvað, voða skemmtilegt en við fáum svona source möppu hérna þannig að eins og við myndum núna búið til út folder sem var með components sem er þá bara eins og við höfum verið að gera í hinum verkefnunum við viljum vera með eitthvað hérna button.tsx þá getum við bara búið hérna til okkar button component
exporta húnum og sótt hann eins og var og hann ætla bara að vera að returna einhverju JSX-i og við getum bara importa því eins og við hefum gert í hinum verkefnunum. Þannig hérna, eitthvað page, svo er eitthvað page.module.css og það er importa hérna. Þannig allt þetta sem ég var eitthvað vissunast með að setja upp hérna CSS modules í verkefni 4, það er bara hérna. Það kemur allt saman. Þetta er allt saman bara battery included. Þetta er allt með í því sem við settum upp. Þetta er svona svokallað meta framework. Það er bara sagt, hey, það sem að flestir gera og flestir eru búin að sammælast að er rétta leiðin til að leysa verkefni, setjum það bara saman í eitt framework og svo bara hugsa þú það að leysa verkefni sem að liggur fyrir þér. Ekki að fara eitthvað að setja upp linter eða ákveða hvort þú ætlar að nota CSS module svona eða hinsegin. Það bara er allt tilbúið fyrir þess að byrja að vinna. Þannig að við erum bara með hérna þetta intro sem að er hérna og við getum bara strókað það út og sagt halló heimur og það reloadar. Nei, við erum með þetta hérna, þá fáum við þetta hot reload og allt virkar eins og það á að virka. Og ég get kalla henni í button komponentin minn og hann gerir ekki neitt af því að eitthvað, hann kemur hérna neðst niðri út af því að styles main er líklegast með eitthvað rosalega skrítið. Já, space between sem er rosalega skrítið, þannig að hérna kemur takið minn. Og ég get byrjað núna að setja inn í hann á að vera hérna halló, ég er takki og þá bara eins og við verðum að gera í hinu. Við þurfum að vera með eitthvað children hérna og við þurfum að taka einhverju children hér og það er eitthvað props og það er children react punktur svona og svona og við getum búið til komponent eins og við viljum. Ok, þannig að þetta lítur bara svolítið eins og við vorum að gera þetta í hérna í verkefni 4. Svo kemur núna, ok, ég vil geta sótt gögn núna hér en ekki í clientnum eins og við vorum að gera þarna með use effect og þetta. Þannig að núna ætlum ég að fara og búa bara til nýjan hérna, ég ætla að fara í hérna verkefna sé ekki nóg mikið hérna VAF 3 síðlustina og hún ætti að gera á 4000 og þá til upprifjunar þá skilaði hún okkur þessu hérna, þannig að við erum með hérna eitthvað news og þá fáum við hennar fréttalista okkar sem við vorum að gera í senstu tíma sem að við vorum hérna með að lesa þetta hér. Þannig að núna langar mig í raun að sækja þessa fréttir og birta þær hér og þá get ég sagt hérna eitthvað section nýjustu fréttir og ég ætla að vera bara með hérna JSON stringify af news og ég ætla að vera með eitthvað hérna sem heitir const news fetch news. Ég ætla bara að ná í kóð sem við gerðum í hérna í því 4 kann ég skrifa hérna af því að þá erum við búin að skipta þessu svona aðeins upp og við vorum með eitthvað hérna þar sem við vorum að þannig ég get bara núna gert bara nákvæmlega sama nei, ég ætla að gera folder ég ætla að búa bara til eitthvað sem við kallum lib við getum skipulagt hlutina hérna eins og við viljum og þetta var eitthvað news api.ts og þá er ég bara með eitthvað hérna sem heit get news og það skila mér bara einhverjum fréttum en núna vantar mér líka típunar þarna hefur verið kostur að vera með típunar bara co-locataðar
á sama stað, en skiptir ekki öllu máli, við bara búum til types hérna líka og setti þetta ekki undir source. Jú, yfir hver ert þú að kvarta, sjá. Já, það er satt, hún bjóð þarna til þess að hún spyrir hvort hún vildi customisera hérna import og það er hérna sett upp svona import path. Þannig í staðinn fyrir það að þurfa að segja punktur, 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 slash, punktur, 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 slash, punktur, 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 og þá segir hún bara at slash fyrir rótina. Þannig við erum hérna, hún segir bara at fyrir rótina og types, sækir það. Það er kostur. Og við erum ekki lengur með þetta, þannig að við ætlum bara að segja þetta á að vera process, .env, hérna API url eða HTTP localhost 4000. Þannig að þá get ég sótt það úr envinu ef ég vill, annars bara defaultum við á þetta hér og þá hét fallið okkar já, það var ekki eftir dól hérna, get news, við ætlum að vera með hérna get news, það er svona og þetta hérna skila okkur sér bara promise að þessu, þannig að núna er ég inn í komponentum og ég segi bara hérna wait og hann segir ok, ég þarf að vera inn í async og þá er ég bara inn í async falli hér. Já, element, ok, sorry. Svo þetta hætti að kvarta. Svona. Ok. Við erum þetta hér og nú er þetta bara búið að lótast. Þannig að þá er hérna, er ég bara komið með alla fréttinar strax. Ég ætla ekki að gera neitt use effect, ég ætla ekki að gera neitt use loading og ef við skoðum, þetta er hræðilegt að skoða hérna, en ef við skoðum body hérna, þó svo að þetta sé það er svona mikið af einhverju sem er sett hérna í kringum þetta en í grunninn er þetta þannig hérna, hérna er takin okkar hér er sectionið okkar og hér eru bara gögnin. Það er ekkert, það er engin kóði, það er ekkert þessi kóði hér snertir ekki klientin. Þessi kóði keyrir bara á servernum og það er bara með því að segja hérna await eftir þessu hér og ég geti verið til dæmis að kalla bara í Prisma klientin minn hana og verið bara með database urlið mitt. Það er allt í góðu af því að ekkert af þessu lekur yfir á klientin. Þetta er allt bara á servernum og next sér að brúa þetta yfir í klientin og svo núna ef ég bý til annar rát sem er þá að sækja einhverja frétt þá get ég farið hérna í app og ég ætla að búið til nýjan folder og það ætlar að heita bara slug og þá set ég hérna hotklofa utan það af því að routingið í þessu er file system based routing þannig að ólíkt því sem við gerðum með React router þar sem við setjum upp declarative router í einhverja skrá hjá okkur þá er það í raun lesið úr file systeminu hérna ef við setjum þetta svona þá er í raun að segja að þetta er dynamisk breyta sem kemur inn og það er slug og ég ætla að segja hérna page.tsx og þá þarf ég að segja hérna news page og hún tekur inn, nú man ég þetta aldrei, því þetta er ekkert params rendering with search params page, hérna, params þannig hérna, bara nákvæmlega sem við þurftum svona, þetta er news page og þá sjáum við hérna að ef við færum þetta þannig að þetta sé aðeins meira næs svona formatum þetta og þá sjáum við hérna að við fáum props er params sem er promise af slug sem er strengur þannig við þurfum að segja hérna await á params og því það gæti eitthvað þurft að resolva eitthvað þarna bak þannig að bara segja að þetta gæti verið eitthvað sem er asynchronous aðgerð þannig að
það er bara rappað þarna, það er bara mjög sniðugt. Og þá fæ ég hérna slug og ég ætla þá að segja hérna return p hello slug. Þá get ég farið hérna, nei, heldur hérna og ég ætla að segja bara eitthvað foo. Þá fæ ég hello foo. Þegar foo er sluggi sem ég sett inn. Þannig að þá er ég búinn að fá núna, ég er búinn að leysa routing verkefnið sem við erum búin að sjá núna leyst, við erum búin að gera það sjálf, við erum búin að gera það með Hono, við erum búin að gera það með React Router og nú erum við að gera með Next, en alltaf er þetta sama konceptið. Það er einhver leið til þess að segja, það er eitthvað url, það keyrir upp kóða. Ótrúlega einfalt verkefni en hægt að leysa á mjög marga vegu. En ég kom með það, en nú erum við búin að segja hérna, byrjum við, ok, sjá hérna munin, ok, hérna er þetta greinilega ekkert, það er ekkert sameiginlegt layout og hérna er eitthvað layout. Þannig að getum við ekki leyst þetta saman. Jú, það er heldur betur hægt. Þá erum við með eitthvað hérna sem heitir layout TSX og það er í raun layoutið fyrir alla síðurnar og það er bara búið að redda því fyrir okkur. Þetta er eitthvað sem við vorum að vandrast með í öllum öðrum verkefnum, höfum við þurft að gera þetta einhvern veginn sérstaklega. Þannig er þetta bara out of the box, þetta er bara tilbúið. Með einhverja leið til þess að fá hérna voða fína gæst leitugerð. Þá getum við bara sagt hérna, hér ætla ég að hafa main og gerum það svona. Þannig ég ætla að taka main úr hér og ég ætla bara líka að segja, já, tökum þetta div style pages, bara endurnýtum það, endilega. Og þetta verður bara eitthvað div hérna, svo við uppfyllum kröfu React að það sé bara eingöngu ein rót. Formutum þetta og setjum hérna utan þetta svona og svona og svo er hérna, hér er hún bara að importa þessu globals, þannig ég ætla líka að segja hérna import styles from layout.css svona, þetta er rétt, svona layout og ég ætla að endurnefna þetta bara layout svona, yfir hverju verið að kvarta hérna div ég er eitthvað næst þetta villust, já svona og format, ok og þannig að nú er þetta svona wow, ekki alveg sem ég ætla að gera og við erum með þetta hérna svona þannig að það er ekki alveg kannski það sem ég ætla að gera þetta fari það er eitthvað hérna global CSS layout eitthvað klikka ég layout styles page já það vantaði svona þannig nú fæ ég þetta grunn layout og það er sama hér það bara sést ekki alveg nógu vel svona ok, allavega og nú fyrir ég hérna og í staðan fyrir þetta þá ætla ég að skamendsa meira hérna úr því sem við vorum búin að gera hérna og ég ætla að fara í þetta hérna vorum við með eitthvað news list og ég ætla bara að búa til eitthvað hérna sem heitir news list tsx pesta það hérna burt með þetta við fáum annan link komponent ekki React Router heldur bara next link komponentin hann er ekki með þetta heldur með href þannig að það er svona smá núansar hérna á milli sem ég finnst 2 megasense og finnst href megasense og við importum þetta og við förum á þessa síðu og segjum hérna news list og það tekur við news og það er news ok og já, við vorum með hérna einhvern svona result object sem að við vorum með pages hérna já index og já, við þurfum að vera með eitthvað hérna þannig að if not news throw new error villa ok, og þá vitum við
núna vitum við, út af því að við erum að nota þetta, data er í lagi, út af því að hún narróar þetta og þetta var aftur, já, laga þetta ekki. Þannig að út af því, ef þetta er ekki OK, þá vitum við að þetta er OK hér og þá vitum við að data inni heldur news item result og við erum með þetta data hérna út af því að við erum með paging líka og þá getum við gert svona. Þá fáum við hérna allar fréttinur okkar og þá fer ég hérna og núna fer hún hérna í ákveð fréttir / fúbar, lögum það hér svona og fáum þetta svona, þannig að þá er þetta hérna komið og þá get ég bara sagt hér, nú ætlum ég að segja const news item er await get news item, þannig að við áttum þetta tilbúið af slug, ok, if not news item throw new error, bara mjög hérna, fann ekki frétt eða villa í að finna frétt. Halló section H2 eitthvað sem eitthvað sem hérna news item data title p news item data intro, ég okkur vant að taka meira í þessu. Ok, svona kannski skemmtilega að hafa líka hérna höfundin, þannig að við sjáum eitthvað name, svona, þannig að þetta er komið svona. Nú reynir ég að finna eitthvað sem er ekki til, þá segir hún hérna response failed 404 not found. Ok, þannig að það er hérna ítum hérna, sjáum hérna, vill að ég að finna frétt, runtime error, ég þróaði þessu sérstaklega, þannig hérna er í raun sjáum við að þetta er miklu meira villumeðhöndlun, hjálpa manni við að sjá villunar betur en að fá eitthvað, heyrðu, það er eitthvað bara sem ég þarf að opna konsól fyrir, þannig að þetta er aftur, þetta er þetta er bara, allir að lenda í þessu, okkur gerur þetta ekki bara fyrir alla og skafum þessu svona. Og það var hérna eitthvað response failed 404 not found hérna sem við settum í console errorin í fetchinu, þannig að það kannski er ekki alveg rétt staður af því að hún pikkar upp allt sem við skrifum í console error. Þannig að það er kannski ekki alveg rétt að segja hérna, heldur sko if news item reason er not found, munið að þegar við settum þetta í tvennt laga því að þetta er raun 3 case, þetta er bara ekki til, það er actual villa við að sækja þetta og við vitum ekki hvort það sé til eða hvort það sé ekki til og svo þetta er til og hér er gögnin. Þannig að ef þetta er not found, þá getum við bara sagt hérna return not found, það er bara eitthvað sem við sækjum hérna úr next navigation, það bara renderar 404 síðu, þurfum ekki að gera meira, bara we got you. Annars veit ég að þetta er villa og þá er hérna throw new error villa. Ef það er eitthvað network error eða eitthvað villa í vefþjónustunni sem að skila einhverju. En nú gerum við svona, þá kannski hættir að make sense hérna að segja að lokka þetta, þannig að ég ætla að fara og breyta API-num hérna og console error, bara ekki að gera þetta hérna, en við ættum samt kannski að vera með eitthvað logging og byttu nú við, nú er þetta eitthvað bilað. Þá þurfum við aðeins að debugga þetta, þá getum við alltaf farið bara í gamla góða console log object reason error, ok, þannig að það er eitthvað buggur í þessu hérna. Voru eitthvað að nota þetta og lendi þetta að vera buggur eða if já, ég bara implementaði þetta aldrei, þannig að það er góð ástæða. Við vorum ekki hérna if response status er 404, þá ætla að segja return og false reason not found,
svona, þá fáum við mun á því að það sé villa eða það sé bara 404, fannst ekki. Ok, svo viljum við customisa þetta, þá getum við farið hérna í rótina, gert, nei, þetta sé bara 404, export function, export default function not found page, og hérna er bara, nei, fannst ekki. Nei, þetta er vitlaust. Sjá, þá fyrir við hérna not found JS, ok, heitir not found. Geta einu sinni 404. Svona. Og þá er hérna. Þá get ég bara sníðið til 404 síðuna mína. Hún fær layoutið líka, en ég get gert það sem ég vil. Og svo er hérna error, þessi error síða sem ég var að fá upp. Ég get kallað hana error.jsx og þá get ég customisa hvað gerist ef það kemur upp villa. Hei, kom upp villa, bla 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 bla, eitthvað. Og þannig getum við bara nota þessi convention sem eru í Next.js til þess að gera þetta bara eins og við viljum. Takk smá pásu. Nefnir að hafa einhverjar spurningar? Kannski svolítið hröð yfirferð.